639. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi Hljómahöll 18. október 2022 er settur. Ég vek athygli á að fundinum í fyrsta sinn streymt á Facebook-síðu Reykjanesbæjar. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Róbert Jóhann Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Sigurrós Antonsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Pálsdóttir, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Þórarinsdóttir og Birgitta Birgisdóttir og sá sem hérna stendur Guðbergur Reynisson. Að auki sitja fundinn Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri og Hrefna Gunnarsdóttir ritari. Á dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 12. október, fundargerð umhverfis- og skipulagssviðs frá 7. október, fundargerð framtíðarnefndar frá 12. október og fundargerð fræðsluráðs frá 14. október. Fyrsta mál á dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 12. október og orðið er laust báðar fundargerðirnar. Friðjón Einarsson. Forseti, hamingju með að vera forseti viðskipti, bæjarfulltrúar og aðrir. Mig langar aðeins að fara yfir fundargerð fund bæjarráðs 1388, 12. október síðastliðinn. Það var margt sem gerðist og mig langar aðeins að reifa það með ykkur. Líka aðeins með tillit til frétta undanfarið í fjölmiðlum. Það langar mér aðeins að tjá mig það. Á þessum fundi þá var teknar okkar stóra ákvarðanir og fyrsta mál á dagskrá í bæjarráði þennan dag var að bæjarráð heimila að fara í útboð á leikskóla í Drekadal sem stórt mál. Bæjarstjórn hafði áður í apríl að mig minnir samþykkt að fara í þetta verkefni. Nú búið að hanna skólan og gera hann uppfæra hann með íslenska staðla og það búið að veita heimil til þess að fara í útboð á verkinu sem bara mjög jákvætt. Og við gerum ráð fyrir að þetta veri hagstæð kaup og vonandi verður það svo. Við vorum líka að ræða aðeins jólin, þau eru nú á næsta leiti og þar var ákveðið að leggja til 6,5 milljón í að gera jólin skemmtilegri, meðal annars varanlegt undirlag fyrir skautasvell, lýsingu í aðventugarðinum og síðan dagskrá og fleira í aðventugarði. Við vorum líka á þessum fundi að staðfesta tvær nefndir sem skipar hefði verið og samþykktar í bæjarstjórn fyrir nokkru síðan. Það er annars vegar nefnd sem fjallar framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja á svæða 2022-2026 sem framhald af vinnu nefndar sem hafði unnið sambærilega skýrslu sem við unnið eftir síðastliðin 4 ár. En þarna vorum við að leggja fram erindisbréfið sem var samþykkt og auk þess hverjir eru í nefndinni. En þessar nefndir tvær, endurskoðun á rekstrarsamningi við íþróttafélögin og framtíðaruppbygging íþróttamannvirkja unnin í samvinnu við íþróttahreyfinguna. Fulltrúar Keflavíkur og Njarðvíkur eiga sæti í þessari nefnd sem og nýr formaður bandalagsins í Reykjanesbæ. Þannig að við höfum miklar væntingar til þessara tveggja nefnda og mikilvægt að þetta sé gætt hlutleysis og vil ég benda á að þessar nefndir hafa ekki ákvörðunarvald, heldur eru fyrst og fremst ráðgefandi nefnd og þetta mun síðan koma inn í bæjarráð og bæjarstjórn til ákvörðunartöku þegar þar að kemur. En brýnt að gera þetta, það komið tími til að endurskoða uppbygginguna, hvernig við höfum staðið okkur og hvert við viljum stefna næstu árin og ekki síður að skoða rekstur félagana sem hafa eins og við vitum verið í miklum vandræðum undanfarin ár og við höfum verið að leggja til fé utan fjárhagsáætlunar á hverju ári undanfarin 6-7 ár og við þurfum að finna einhverja lausn á þessu þannig að betur sé haldið utan íþróttafélögin í Reykjanesbæ. Mjög jákvætt skref sem við erum að taka þarna. Það var líka rætt kannski dæmigert erindi frá Körfuknattleiksdeild Keflavíkur. Það óskað eftir 5 milljóna króna styrk til félagsins vegna erfiðleika en
það var samþykkt með meirihluta atkvæða að vísa því máli í fjárhagsáætlun. En þetta svona kannski lýsandi dæmi sem við höfum staðið í síðustu ár, að við erum að fá beiðnir á öllum tímum árs þar sem fjárhagsáætlanir félagana hafa raskast og og kannski ekki því aðhaldi beitt eins og við þurfum að gera að vinna til fjárhagsáætlun en ekki kannski eftir árangri. Það mál sem ég langar að ræða hérna við ykkur aðeins núna er öryggisvistun, en þess má geta að í bæjarstjórn fyrir nokkuð síðan, rúmum 2 árum, ef ekki 3, var samþykkt af öllum bæjarfulltrúum að fara í samstarf við ríkið byggingu öryggisvistunar í Reykjanesbæ. Þetta var samþykkt samhljóða, fara í þetta starf. Það var þá frekar ómótað, lögin voru óklár og haldin var kynning fyrir bæjarfulltrúa að Tjarnargötu 12 á sínu tíma, fulltrúar ráðuneytisins voru þar með okkur. Síðan í kjölfarið að þegar þetta fréttist að það væri búin að taka til hliðar lóð í Dalshverfi, af því að það hefur verið lagt mjög hart að okkur að við létum vita í skipulagi hvað væri fyrir hugað, sérstaklega með svona byggingar, svona starfsemi, og sem við gerðum, settum þetta inn á skipulag, að þá verður mikil mótmæli í hverfinu. Íbúar stofnuðu samtök og í kjölfarið fór fram undirskriftalisti með íbúa og mikil andstaða við þetta og alls kyns sögusagnir hvað þetta gerast. Við stóðum fyrir íbúafundi með fulltrúum íbúaráðs hverfisins ásamt fulltrúum ráðuneytisins, þar sem þessar hugmyndir voru kynntar, en á þeim tíma var ekki búið að semja lögin og reglugerðina, en á þeim fundi var lögð mikil áhersla á að ráðuneyti inni með íbúum, þannig að við getum komið vekk fyrir misskilning og fundið einhverja sameiginlega sátt í málinu. Það hefur nú ekki alveg gengið eftir, en nú er lögin klár og nú er bara beðið eftir okkur hvað á að gera. Allir stjórnmálaflokkar í síðustu kosningum, sveitarstjórnarkosningum, sagði nei, við viljum ekki fá öryggisvistun inn í sveitarfélagið ef íbúar eru á móti því. Þannig með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa upp greinargerð sem samþykkt var í síðasta bæjarráði og hefst á lesturinn. Meðfylgjandi greinargerð lýsir mati bæjarráðs Reykjanesbæjar á grundvelli þess að byggja öryggisvistun í Reykjanesbæ. Innviðir Reykjanesbæjar. Fjölgun íbúa Reykjanesbæjar hefur verið gífurleg undanfarin ár og sveitarfélagið hefur verið eitt helsta vaxtarsvæði Íslands og ekki eru líkur á að það muni breytast næstu ár. Innviðir sveitarfélagsins og uppbygging þeirra hafa ekki fylgt þeirri þróun. Á það bæði við stofnanir og við ríkisins og stofnanir sem sinna lögbundinni þjónustu við íbúa sveitarfélagsins. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur til að mynda í mörg ár glímt við fjárhagserfiðleika, auk þess sem erfitt hefur reynst að fullmanna þær stöður og óljóst er hvenær ný samþykkt heilsugæsla mun rísa. Fjármagn til stofnunarinnar hefur engan veginn verið í takt við fjölgun íbúa og ljóst að lyfta þar grettistæki ef stofnunin á að geta sinnt grunnþjónustu við íbúa. Og í fjárhagsáætlun ríkisins núna þá er ljóst að það er dregið saman fjármagn til HSS. Einnig hefur verið mikil fjölgun einstaklinga sem komið hafa til sveitarfélagsins sem flóttamenn og í leit að alþjóðlegri vernd. Þetta eru einstaklingar sem telja nú yfir 600 manns, er að hluta til í þjónustu í gegnum samninga sveitarfélagsins og ríkis, en svo nokkuð stór hluti þeirra sem Vinnumálastofnun þjónustar. En þrátt fyrir það þurfa þau að nýta þjónustu innviða í sveitarfélaginu, það er að segja heilbrigðisþjónustu, löggæslu, sjúkraflutninga og menntastofnanir. Álag á starfsfólk bæjarins og stofnanir hefur aðeins aukist vegna stefnu ríkisins að taka á leigu húsnæði í Reykjanesbæ fyrir ört stækkandi hóp flóttafólks. Fjölgun þeirra hefur verið gríðarleg og að mestu hefur svo fjölgun verið án samráðs við sveitarfélagið. Samskipti og samvinna hefur verið lítil sem engin og framtíðarstefna móttöku flóttafólks ekki verið tekin með sveitarfélaginu sem er mjög miður. Íbúar Reykjanesbæjar hafa á vissan hátt þurft að líða fyrir skort á þjónustu á mörgum sviðum þar sem stofnanir ríkisins hafa ekki fengið það fjármagn sem þörf er á og í takt við fjölgun íbúa. Þessar sömu stofnanir þurfa líka að vera til staðar fyrir öryggisvistun.
ef hún myndi rísa og því ekki ljóst hvort það sé að treysta á þjónustu þeirra ef til þess kæmi. Í ljósi þessa telur bæjarráð að það stoðnet sem kynnt hefur verið af ráðuneytinu sem mikilvægt að sé til staðar fyrir starfsemi öryggisvistunar sé ekki nægilega tryggt og af þeim sökum sé ekki vænlegt að reisa slíka stofnun nema að mikill viðsnúningur verði sérstaklega í starfsemi lögreglu og heilbrigðisstofnunar. Íbúar Reykjanesbæjar. Kjörnir fulltrúar starfa í umboði kjósenda. Í sveitarstjórnarkosningunum síðastliðið vor voru allir stjórnmálaflokkar sem buðu fram í Reykjanesbæ sammála því að ekki kæmi til greina að byggja hér öryggisvistun án samráðs við íbúa. Það er mat okkar að undirbúningur og kynning ríkisins á hugmyndafræði og uppbyggingu öryggisvistunar í Reykjanesbæ gagnvart íbúum hefur mistekist. Reynt var að koma á tengingu milli hverfaráðs innan Njarðvíkur og ráðuneytis sem virðist ekki hafa borið árangur. Birtingarmynd óöryggis íbúa gagnvart verkefninu er augljós. Fjöldi íbúa hefur talað gegn þessu verkefni og einnig hefur farið fram undirskriftasöfnun með hvatningu þess efnis að öryggisvistun verði ekki byggð nálægt íbúabyggð í Reykjanesbæ. Niðurstaða. Af þessum ástæðum sem farið hefur verið yfir hér að ofan telur bæjarráð Reykjanesbæjar vanlegast í stöðunni að öryggisvistun verði ekki reist í núverandi íbúabyggð eða á svæði þar sem íbúabyggð er á skipulagi á næstu árum. Í ljósi stöðunar telur bæjarráð jafnframt að skoða þurfi aðra möguleika en Reykjanesbæ til að hýsa starfsemi sem þessa. Þetta var samþykkt samhljóða í bæjarráði og er hér lagt fram til samþykktar eins og allt efni sem hér kemur fram. En ég vil vegna þessa bæta við að undanfarna daga hefur ekki farið fram hjá alþjóð að þingmenn, meðal annars þingmenn okkar kjördæmis, hafa komið fram á vígvöllinn og talað um það að flytja útlendingastofnun til Reykjanesbæjar frá Reykjavík, sem mér finnst alveg ótrúlega ósvífið að þingmenn skulu fara fram með þessu á þess að tala við kóngi eða prest í sveitarfélaginu okkar. Það er enginn sem hringir og spyr áður en þeir koma fram með svona tillögu á þingi og þetta er okkar eigin þingmenn sem búa í kjördæminu, búa í Reykjanesbæ. Og mér finnst eins og þingmenn, þessir þingmenn sem og aðrir sem hafa verið að tjá sig undanfarið skilji ekki stöðu stofnana í Reykjanesbæ. Hvorki stofnana sveitarfélagsins eða ríkisins. Ótímabæra yfirlýsingar vekja bara ótta og skapa andstöðu hjá íbúum sveitarfélagsins. Það er samdráttur á fjármagni til sveitarfélagsins og það er alveg ljóst að okkar samskipti við ríkið á svo mörgum sviðum er eiginlega til hábornar skammar. Ríkið svarar ekki bréfum, stofnanir ríkisins svarar ekki bréfum, hringingum eða öðru í mörgum málaflokkum sem við eigum við að etja. Þessir almennu erfiðleikar í samskiptum eru letjandi til þess að sveitarfélag fari í samstarf við ríkið að reisa stofnanir eða flytja þjónustu hingað til okkar. Innviðirnir okkar eru allir á þolmörkum, hvort sem þessi skólakerfið okkar eða leikskólakerfið eða aðra stofnanir, velferðarkerfið, húsnæðismál sem vorum að fjalla hérna og það er bara stór ákvörðun fyrir okkur að taka á móti hlutum ef fjármagn er ekki tryggt. Á fjármálastefnu sveitarfélaga sem haldin var fyrir síðustu helgi kom fram að ríkið skuldar sveitarfélagunum að minnstakosti 20 milljarða vegna þjónustu við fatlaða, sem segir okkur það að ríkið er alltaf eftir á með fjármagnið. Það gerir það verkum að sveitarfélags okkar af þessum 20 milljörðum þá ættu við að vera að fá þaðan rúmlega 1,5 milljarð sem okkur vantar inn í þjónustuna hjá okkur til að kosta þjónustu við fatlara síðastliðin 3 ár. Og það segir sig sjálft, ef ríkið ætlar að vinna svona, þá er ekki hægt að vinna með þeim. Og það sem er kannski verra er að þetta er á öllum sviðum í samskipti við ríkið. Við erum að tala um hjúkrunarheimili sem við ætlum að sjá vera langt með að vera risið í Reykjanesbæ, sem eru bara erfiðleikar að eiga í samskipti við ríkið
og það komi kannski til greina hjá okkur að hafna samskiptum eða samvinnu við ríkið byggingu hjúkrunarheimilis. Landakaup á Ásbrú, svara ekki bréfum. Búið að lýsa því yfir að menn hafa áhuga að ræða við okkur landakaup fjármálaráðherra, en hann svarar ekki svona erindum með bréfum frá okkur það. Mánuðum saman. Við munum þá tíð þegar herinn fór og við tókum við fasteignarinnar upp á Ásbrú, að við fengum ekki greitt fasteignagjöld í mörg ár. Mörg ár. Á sama tíma var verið að byrja að flytja inn fólk og eignirnar stóðu þarna upp frá og menn fengu að kaupa þetta á hagkvæmum verðum, en við fengum ekki greitt fasteignagjöld að því voru ekki notuð. Þetta hefur hvergi líðst í nokkru sveitafélag á Íslandi annars staðar en hjá okkur. Útlendingastofnun kemur til okkar og óskar til samráði, við höfum okkar kröfur, en hvað gera þeir? Þeir leigja blokkir án samráðs við okkur. Hvað þetta annað? Og síðasta dæmi er kannski alveg frábært að það er búið að leigja gamla hjúkrunarheimili í Suðurnesjabæ, Garðang, undir flóttamenn, án samráðs við sveitafélagið, og strax þar er komið mikil óánægja með þessi vinnubrögð. Ég skil, og ég er ekki að tala gegn aðstoð við flóttamenn, alls ekki, en hvernig vinnubrögðin eru hjá ríkinu að leigja blokk, henda fólkinu inn í blokkina og engin þjónusta. Og hvað á fólkið að gera? Auðvitað kemur það til okkar. Og fylgir þessu peningur? Nei. Það er til háborna skammar. Á fimmtudaginn fór ég á mótuhjóli til Reykjavíkur á þessar ráðstefnu sem voru mikil mistök. Það var skítkalt, en sem verra var að þá sá ég betur hvað Reykjanesbrautin er orðin slæm á mörgum köflum. Og forseti vor hérna í dag hefur nú verið öll baráttumaður fyrir bættri Reykjanesbraut. En hvað gerist? Fjármagn sem átti að fara að laga Reykjanesbrautina var klippt út. Vestmannaeyingar hafa stundum sagt það að þeir vilja slíta sig frá Íslandi og vera bara sjálfstæð eyja, sko. Og ég velti stundum fyrir mig hvort að Reykjanesbær þurfa að gera það til að öðlast almennilegt sjálfstæði og virðingu þeirra sem sitja á Alþingi. Ég þarf ekki að mæla kannski með því, en við þurfum að fá betri viðbrögð frá ríkinu. Og við þurfum að laga þessi samskipti, en við gerum það ekki ein og sér. Það þarf að koma eitthvað til móts við okkur tilbaka. Það eru lög í landinu sem segja það ef ríkisstofnun fær bréfið erindi, þá var svarið innan 6 daga. Upplýsingalögin segja það. Þú ert að svara innan 6 daga, takk fyrir. Og ríkið gerir þá kröfu til sveitafélaga. Þú svara erindinu og ef þið hefur ekki allt gögnin á staðnum, þá lætur þú vita eftir 6 daga að það sé verið að vinna í málinu og þú fáir fljótlega svar. En það kemur ekki einu sinni svoleiðis í okkur. Þannig eins og þið heyrið að þá er ég þreyttur á afskipti ríkisins og vona að bæjarstjórn samþykki þessa greinargerð öryggisvistunina, að við segjum nei takk núna, það er ekki hægt að vinna með ríkinu í þessu. Það er bara ekki hægt að mínu mati. Og það er líka annað sem ég finnst aldrei athyglisvert, sko, að ef eitthvað gerist á Íslandi þá eru fréttamennirnir ekki duglegir að hringja annað inn í Reykjavík eða Hafnarfjörð og Kópavog. Og ennþá er Akureyri undan okkur alltaf í röðinu þó þeir séu orðnir minni en við. Og ég var einmitt að spyrja bæjarstjórann í morgun þegar við hittumst, var hringt í þig þegar var verið að tala um hælisleitendur og flóttamenn og vandræðin í kringu það? Nei, engin hringir í hann. Samt eru við með mestu reynsluna af öllum sveitafélögum á Íslandi. Afgerandi. En það er ekki hringt í okkur. Svona gleðilegi hlutir. Já, ég vil kannski, með þessu vil ég senda skýr skilaboð, að því ég vissum það að ríkisstjórnin er að hlusta á okkur, að þeir heyra það sem við erum að segja og skilji það sem við erum að segja. Getum ekki setið hjá lengur að leyfa að komast upp með þessa hluti. En á jákvæðum hlutum, Brynjar leigufélag, það var samþykkt viljayfirlýsing, lögð fram drög að viljayfirlýsingu uppbygging á íbúðum fyrir öryrkja í Reykjanesbæ sem Kjartan nefndi hérna aðeins fyrir fundinn, og það var samþykkt í bæjarráði að samþykkja þessi drög, og er þetta
virkilega til fyrirmyndar og gaman að Brynju leigufélag sem hefur verið samstarfsaðili okkar lengi skuli vilja halda því áfram. Það er til mikillar fyrirmyndar og þakka ég fyrir það. Annars er ég bara nokkuð hress. Kærar þakkir. Takk fyrir þetta Friðjón. Helga og svo Margrét. Forseti, kæru bæjarfulltrúar og góðu gestir. Þakka þér fyrir þessa eldræðu Friðjón. Ég held að það sé mjög margt til í þessari sýnðinni á samstarf okkar við ríkið og stofnanir þess. Ég vil þó fagna því að ríkið skuli yfir höfuð horfa til þess að auka starfsemi sína hér á svæðinu og leyfi mér að efast að það að Útlendingastofnun komi hingað þýði einfaldlega aukna ásókn í að við tökum að okkur þessi verkefni sem við erum að segjast vera komin að þolmörkum með. Heldur þvert á móti gæti þetta skapað vellaunuð störf fyrir fólk sem hefur kannski farið að heiman, mennta sig og getur komið tilbaka og unnið að þeim störfum í sinni heimabyggð. Ég vil þakka einnig bæjarráði fyrir þessa greinargerð. Mér finnst hún faglega unnin og mér finnst hún virkilega renna stoðum undir það að við getum ekki setið aðgerðalaus lengur í þessum málaflokki og látið þetta yfir okkur ganga. Þetta snýst ekki mannvonsku eða ætla að draga fólk í dilka. Þetta snýst það að við viljum geta veitt þeim sem við tökum á móti almennilega þjónustu, mannsæmandi þjónustu og leið að við getum tryggt okkar íbúum sem fyrir eru þessa þjónustu og innviðirnir okkar þola bara ekki meir. Nú, af því að Friðjón var svo langorður á reiðunótunum að þá langum að vera stuttorð í að taka undir það sem hann sagði en bæta við að þær ánægjulegu fréttir voru nú að berast að þingsályktunartillaga sem að þingmaður okkar svæðis lagði fram í vor nú að verða veruleika og Sjúkratryggingar hafa samið við heilsugæsluna Höfða að opna einkarekna heilsugæslu upp á Aðaltorgi og ef ég las rétt að þá var eitt af skilyrðum í því útboði að rekstur skyldi hefjast innan 4 eða 5 mánaða frá því að samningur var undirritaður, þannig að það er heldur betur að birta til í heilbrigðismálum hjá okkur. Þannig að ég vil óska okkur öllum til hamingju með það og sérstaklega þeim sem að lögðu sitt á vogarskáluna til að þetta megi verða. Takk fyrir. Takk fyrir Helga Jóhanna Oddsdóttir fyrir ekki við mér áðan, en Margrét Þorvaldsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Já, ég tek nú bara undir, ég kem hér undir lið númer 7, öryggisvistunina. Ég tek undir með Friðjóni vegna öryggisvistun og ég virkilega fagna þessu að öll bæjarstjórn og bæjarráð var sammála þessa greinargerð og því ber virkilega að fagna. Það var góð samvinna á milli okkar og við vorum öll sammála það að þetta væri ekki í boði og við ætluðum ekki að fara upp á móti íbúum Reykjanesbæjar. Í framhaldi af því þá langar mig aðeins að koma og taka aðeins undir með herra bæjarfulltrúa Friðjóni Einarssyni hvað varðar móttöku hælisleitenda í Reykjanesbæ. Það var eins og við vitum öll í fréttum RÚV þann 12. október síðastliðinn að formaður allsherjarnefndar og menntamálanefndar Bryndís Haraldsdóttir, þingkona, að hún væri þeirrar skoðunar að flóttafólk ætti að dvelja fyrst sinn á ákveðnu svæði fyrstu vikurnar eða mánuð þegar það kæmi til landsins. Nefndi hún sérstaklega að hér væri að búsetuúrræði að ræða með heilbrigðisþjónustu, félagsráðgjöf, leikskóla og skóla. Hins vegar gleymdist hún að minnast á það hver eigi að borga þessa þjónustu og hvort hafi verið rætt máli við Reykjanesbæ. Svo var ekki, eins og Friðjón kemur inn á, hún tók ekki upp símann, það hefur enginn haft samráð við Reykjanesbæ þetta mál. Og réttilega bendir Friðjón Einarsson á það hvað varðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og hún á nú fullt í fangi með að sinna íbúum Reykjanesbæjar sem orðnir yfir 20.000. Hvað þá að sinna málefnum flóttafólks? Þar sem fjárveitingar hins opinbera hafa ekki fylgt og yfir 3.000 manns hafa sótt hæli hér á árinu og þeir hafa aldrei verið fleiri.
Eins og vel vitum þá hefur heimsmyndin breyst hratt á skömmum tíma. Stríð í Úkraínu hefur hrakið milljónir manna frá heimilum sínum og flóttamannastraumurinn í Evrópu er orðinn sá mesti síðan í seinni heimsstyrjöldinni. Óvissa ríkir í álfunni og ekkert bendi til annars en að flóttamönnum haldi áfram að fjölga. Samkvæmt upplýsingum frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna eru 100 milljónir á flótta í heiminum og hafa aldrei verið fleiri. Ég hvet því Bryndísi Haraldsdóttur þingkonu til að biðla til annarra sveitafélaga en Reykjanesbæjar. Reykjanesbær er einfaldlega komin að þolmörkum hvað varðar þjónustu við flóttafólk. Síðan gengur ekki, og það sjá það allir, að ríkisstofnunar eins og Útlendingastofnun viðhafi slíkt samráðsleysi eins og þeir hafa gert gagnvart Reykjanesbæ í jafn stórum málaflokki og flóttafólk er orðið í dag. Í málefnum hælisleitenda verðum við að læra af reynslu annarra þjóða og þá einkum Norðurlanda. Það vekur upp spurninga hvers vegna nú er svo komið að hælisumsóknir eru hlutfallslega flestar á Íslandi af öllum Norðurlöndunum. Meiri hlutast þeirra sem sækja alþjóðlega vernd hér á landi er í raun að leita að betri lífskjörum. Það er ekki lögleg ástæða fyrir því að sækja vernd. Fyrir stríði í Úkraínu voru umsóknir hæli miðað við íbúafjölda 5-falt fleiri á Íslandi en í Danmörku og Noregi. Það sjá því allir að slíkt gengur ekki upp til lengdar í fámennu landi eins og Íslandi og við verðum að sníða okkur stakk eftir vexti. Heyrðu, svo langar mig aðeins að koma hérna undir sömu fundagerð og það er hérna liður 11. Það er fjallað kvartanir vegna ónæðis, vegna ónæðis. Og mér langar svona aðeins að benda á það eru fleiri rekstraraðilar á Hafnargötunni og það þarf að taka tillit til þeirra alla. Þarna verður að gæta jafnræðisreglunni. Það er mikil ónæði þarna og við vitum það öll sem að höfum verið að fylgjast með þarna hvað gerist á Hafnargötunni helgar. Og þessi rekstur, skemmtistaðareksturinn þarna á Hafnargötunni, það er spurningin, hvað getum við gert? Og við þurfum að mynda heildstæða stefnu varðandi það. Og ég legg til að þetta mál verði skoðað með tilliti til fleiri aðila sem búa á Hafnargötunni heldur einungis þeirra sem voru að kvarta núna síðast. Takk fyrir, ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir þetta. Næstu tökum til máls Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hérna tekti máls undir 1388. fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar 12. október síðastliðinn. Það er kannski þá hérna undir 9. mál lýðheilsustefna Reykjanesbæjar. Mér langar svona undir þeim lið að taka undir orð bæjarfulltrúa Helgu Jóhönnu það gleðifréttir að ákveðin tímamót í málefni heilsugæslu séu framundan og enda er það náttúrulega hluti af öflugri lýðheilsu í samfélaginu. Og eins og hún kom inn á þá svona miðað við þær staðreyndir sem koma fram í fréttum sem er að berast að þá munum við sjá á vormánuðum heilsugæslu opna, aðra heilsugæslu og ég held ég tali fyrir hönd margra íbúa hérna í Reykjanesbæ þegar ég segja að það séu svona mikla væntingar bundnar við opnun þessara heilsugæslu. Og ég vil hvetja samningsaðila til að róa því öllum árum að ganga hratt og örugglega frá þeim lausum endum sem eftir eru og hlakka til að sjá hver áhrifin verða af þessum tímamóti samningi í samfélaginu okkar. Því það hillir svona undir ákveðin tímamóti í þessum málaflokki og þessi uppbygging vonandi bara eitt skref af fjölmörgum sem það er að taka í málaflokknum. Og það er enn að halda upp í virku og sterku samtali fyrir hagsmunum samfélagsins hérna eins og hefur sannarlega komið fram í ræðum hérna á undan mér. Og eins og bæjarfulltrúi Friðjón nefndi að þá er fyrirhugaður samdráttur í framlögum til HSS í drögum af fjárlögum sem við þurfum einhvern veginn að berjast á móti og vekja athygli á og reyna að draga alls ekki úr þjónustunni þar á kostnað þess sem við erum að gera í einkaframtakinu. Og einnig vil ég leggja nokkur orð í belg varðandi mál númer 2, jólaverkefnið, þar sem það styttist nú í þau og ekki seinna vænna að fá skýra myndaði hvernig við ætlum að halda á þeim málum í bænum hjá okkur. Og þetta spennandi og skemmtilega verkefni sem afhendingargarðurinn þykir bara mjög ánægjulegt að sjá svona vera að festa sig í sessi og stuðningurinn svona komin í það form að þetta er svolítið verið að styrkja verkefnið og styðja við það til framtíðar. Og svona í því ljósi þá þykir mér líka svona að vera áhugavert að sjá hvernig það muni þróast sko, því að ef að verður veður eins og var á ljósanótt, þá er allt fullt af fólki þarna og svaka gaman, daginn út og daginn inn.
En mögulega þurfum við kannski að skoða það hvort og þá hvernig hægt að grípa til einhverja ráðstafana til að svona eiga krókamóti bragði gagnvart veðurguðunum. Því það svona sannarlega mátti sjá það á þáttökunni þegar það viðraði vel, þá voru margir þarna og mikið gleði. En þegar aðstæður voru ekki skoðar, þá svona dróða eins og þáttökunni. Takk fyrir. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Birgitta Birgisdóttir. Virðulegi forseti og bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp vegna 7. liðar á fundi bæjarráðs þann 12. október síðastliðinn varðandi styrkbeiðni körfuknattleiksdeildar Keflavíkur. Vil ég leggja áherslu á bókun Margrétar Sanders á þeim fundi varðandi málið. Ef erindinu verði vísað til fjárhagsáætlunar hætt við að það dragist fram í mars árið 2023 og teljum við það of langa bið fyrir körfuknattleiksdeildina. Bókun Margrétar hljóðar svona. Sjálfstæðisflokkurinn telur að samþykkja eigi styrk til körfuknattleiksdeildar Keflavíkur strax samkvæmt beiðni enda hefur verið fundað og unnið með þeim ásamt formanni Keflavíkur síðan í sumar. Ef að vísa átti erindi til fjárhagsáætlunar næsta árs hefði átt að gera það strax. Takk fyrir. Orðið er enn laust. Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég fagna því að sé búið að ganga á samkomulagi við nýja eða leigu og heilsugæslu tímabundið. Það er bara mjög jákvætt og ánægjulegt að það er komið í gegn. Ánægjulegt að sjúkratryggingar hafa gengið frá því máli af því að það er ljóst að sjúkratryggingar er að draga fætur gagnvart Brunavarnir Suðurnesja en við erum samningslausir eins og og hefur ekkert gengið að ná samningu við þá áframhald og núna þegar við erum að klára fjárhagsáætlun félagsins þá höfum við engar upplýsingar frá sjúkratryggingum hvað er alltaf að gera og sem er mjög bagalegt fyrir okkur. En fagna því að heilsugæslan sé komin á skrið. Hvað varðar bókun Margrétar Sanders í bæjarráð varðandi körfuknattleiksdeild Keflavíkur og þá erum við að reyna að breyta vinnubrögðum á undanförnum árum að taka svona mál inn í fjárhagsáætlun og það eru nokkrar beiðnir sem liggja fyrir IT-ráði og þessi beiðni hefur raunverulega átt að fara þangað sem liggja fyrir fjárhagsáætlun næsta árs og við viljum ekki taka eina deild út úr því. Bæjarfulltrúi Birgitta hefur líka getað nefnt það eru fleiri deildir eins og fimleikadeildir sem eru búin að óska eftir fjármagni síðan í mitt sumar. En við viljum reyna að vinna þetta eins faglega eins og hægt meta þörfina og reyna sérstaklega með tillit til regluna fjárhagsmál sveitarfélaga að fjárhagsáætlun okkar sé gerð í lok árs og við reynum að fylgja henni út allt árið. Við getum komið með viðauka sjálfsögðu en við viljum reyna að halda þeim vinnubrögðum sem okkur eru talin best. Ég vil líka kannski nefna þess að þessi sama deild fékk 7 milljónir hjá okkur í vor. Þá áttu öll fjármál deildarinnar að vera í toppstandi, yfirlýsing frá formanni félagsins, engin vandamál, allt í góðu standi sem eftir ársins. Það nú ekki nema 5 mánuðir síðan það var Þannig að þetta kom okkur auðvitað á óvart og bæjarráð hefur fundað með félaginu en við þurfum að hafa einhverja almennilega reglu og þó svo einhver deild hafi farið illa þá er ekki sjálfgefið að sveitarfélagið kom alltaf inn og mér finnst þau rök sem voru lögð fram á bæjarráði að við ættum að greiða þetta strax af því að við erum búin að vera að hitta félagið, mér finnst þau ekki standast og við þurfum að bera ábyrgð því þetta eru skattpeningar okkar og það var meira að segja annars til á fundinum að láta Keflavík fá 5 milljónir og þá áttu líka að láta Njarðvík fá 5 milljónir sem hefur ekki sent inn bréf. Og þetta eru bara vinnubrögð sem eru ekki sæmandi fyrir bæjarstjórn að vinna svona. Við höfum aftur á móti verið mjög léleg, oft á tíðum verið léleg í þessu, við erum að reyna að bæta þetta og við ætlum að gera það. Þess var þessi ákvörðun tekin.
Ef þetta verður samþykkt inn í fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar núna í desember, þá er þetta greiðið út í janúar, ekki mars. Þannig að það er þetta greiðið út strax eftir áramót ef svo ber við. Það er engin tímamörk endilega á því. En það verður bara komið ljós. Við munum fá í bæjarráð á 50. drög að staðfestu römmum og þá fer umræðan í gang og síðan inn í bæjarstjórn. Þannig að það fer að koma því og þá er náttúrulega á ég vona því að bæjarfulltrúar muni koma þar upp og standa fyrir þessu. Að það er annað mál sem er aldrei mikilvægt og ég er ekki efast það að það sé þörf fyrir þessa peninga. Það er það að við hérna í bæjarstjórn, við þurfum að gæta okkar í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og þegar rammarnir voru samþykktir hjá okkur og nú er vonandi að klárast að koma öllum innan þeirra ramma, að ef bæjarfulltrúar vilja gera eitthvað sem er utan við þessa ramma, utan við rammana, þá verða bæjarfulltrúar að segja líka leið hvað ætlum við að taka peninginn, hvað ætlum við að sleppa því sem er inni í fjárhagsáætlun, hvað ætlum við að taka þessar auka krónur, hvað sem það er nú sem við ætlum að setja þetta í, þá verða bæjarfulltrúar að leggja fram rök fyrir því að við tökum peninginn héðan frá og færum hann eitthvað annar. Við getum ekki bara sagt að við eigum að setja pening í þetta ef við vitum ekki hvað við eigum að taka á. Því að það er þegar búið að ráðstafa öllum tekjum sveitarfélagsins. Þannig að það er eitthvað sem bæjarfulltrúar þurfa að hugsa á næstu vikum þegar við ræðum þessi fjármál og fjárhagsáætlanagerðina hjá okkur á næstu fundum, að ef menn ætla að breyta út af þeirri línu sem við erum komið með núna inn í rammana, að þá verða menn að hugsa hvað við ætlum að taka út í staðinn til að setja það inn annar staðar. Það er ekki þannig að við höfum bara ótakmarkaðan pott. Við þurfum að skilja framlegð upp á 10% og ef við munum fara eitthvað út úr því, þá fáum við bara á baukinn. Þannig að bara það sé sagt. Takk. Takk fyrir þetta. Næst var búin að biðja orðið bæjarfulltrúi Valgerður Pálsdóttir. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir fundargerð bæjarráðs þann 12. október undir máli númer 7 sem við höfum verið að ræða hérna. Fyrir hönd beinnar leiðar lýsi ég vonbrigðum með að ekki hafi náðst sátt í bæjarráði að fara í almenningssamráðsferli í tengslu við öryggisvistunarverkefni með ríkinu. Hins vegar, í ljósi stöðunnar í dag og skiljanlegs vantrausts margra bæjarfulltrúa og bæjarbúa í garð ríkisins vegna ýmissa vanefnda stend ég með greinargerðinni sem var samþykkt samhljóða í bæjarráði. Annað sem ég langar að ræða, þó að það sé nú hvergi á dagskrá hjá okkur en hefur verið rætt hérna á þessum fundi, eru málefni fólks á flótta og umsækjendur alþjóðlega vernd, áður hælisleitendur. Mér hefur fundist svolítið flókið að stíga inn í þessa umræðu. Við verðum að vanda okkur hvernig við tölum, ekki bara við, heldur við öll bæjarbúar, að því að við erum bara að tala venjulegt fólk eins og okkur hérna, nema nær oftast fólk í mjög viðkvæmri stöðu. Nú hef ég öðlast innsýn inn í þennan málaflokk í háskólanámi og einnig persónulegri innsýn þegar ég vann sem sjálfboðaliði með hælisleitendum, bæði á Íslandi og í Austurríki. Ég hef því alla samúð með fólki sem neyðist af einhverjum ástæðum til þess að flýja landið sitt. Við gætum öll verið í þessum sporum í dag. Þess vegna fagna ég því að íslenska ríki bjóði fólk á flótta velkomið til landsins. En það getur bara ekki verið sanngjarnt að þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur lendi öll á herðum nokkurra sveitarfélaga. Ég bara skil þetta ekki. Eru engar lausar íbúðir í Garðabæ, Mosfellsbæ, Selfossi, Þorlákshöfn, Grindavík, Akranesi, Vestmannaeyjum og svo framvegis? Við vörpum fram þessari spurningu til kollega okkar á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga nýlega en þar var lítið svör. Ég er virkilega stolt af því að Reykjanesbær sé 1 sveitarfélag sem tekur að sér að hýsa og veita fólki á flótta þó þjónustu sem það þarf. Og bara svo að sé á hreinu eins og hefur komið hér fram, þá fáum við greitt frá ríkinu með hluta fólksins, en það ætti að teljast eðlilegt að samhliða því sé sett auki fjármagn til stofnana Reykjanesbæjar eins og Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, lögreglunnar og svo framvegis, en í stað er skorið niður. Það er óboðlegt. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Ég bið bæjarfulltrúa að halda sig við dagskrá fundarins. Bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já það er nú ýmislegt búið að segja hér í dag og margt gott og margt sem eða eitthvað af því sem ég finn mig knúið til að leiðrétta og lít svo á að það sem hér hefur verið sagt og ég tel ástæðu til að leiðrétta ekki vísvitandi farið ranglega með, heldur bara að því að fólk hefur ekki haft alveg allar nýjustu upplýsingar og það má vel vera að ég beri að einhverju leyti ábyrgð á því að hafa ekki upplýst ykkur nægilega vel og nógu hratt það sem að gerast. En að því hér var fullyrt að við fengjum ekki svör frá ríkinu, þá nú engu að síður rétt að upplýsa það. Við höfum fengið svör við erindi út af hjúkrunarheimilið. Þau svör kom í gær frá heilbrigðisráðuneytinu þar sem að okkur boðið til fundar í næstu viku framtíð hjúkrunarheimilisins og þess verkefnis í heild sinni. Og í samtölum sem að ég hef átt við fulltrúa heilbrigðisráðuneytis þá kom fram að við erum ekki eini aðilinn sem í vandræðum með að standast þau viðmið sem upphaflega voru sett fram í sambandi við kostnað við byggingu hjúkrunarheimilis, heldur eru fleiri sveitarfélög í vandræðum með það og til upprifjunar fyrir ykkur ágætu bæjarfulltrúar og þá sem kunna vera að fylgjast með heima að þá eru forsendur slíks samkomulags eins og það voru og eru ennþá, það ekki búið að breyta eins og ég viti en við kannski fáum upplýsingar það í næstu viku. Forsendurnar eru þær að ríkið skuldbindur sig til þess að borga 85% af byggingarkostnaði hjúkrunarheimilis og án þess að það sé verðtryggt. Sveitarfélagið borgar 15% og ef að kostnaðurinn við framkvæmdina fer fram úr þessu, þá lendir sú viðbót alfarið á sveitarfélaginu. Bara frekar og glögguna, segjum að hjúkrunarheimili kosta 1 milljarð, þau kosta nú talsvert meira en það, en bara til einföldunar, þá hefur ríkið skuldbundið sig til að borga 850 milljónir og sveitarfélagið 150, samtals 1 milljarð. Nú hefur verðlagsþróun í landinu verið með þeim hætti að það verðbólga og aðföng að hækka og kosta meira, bæði vegna stríðs í Úkraínu og út á COVID og eitthvað svona og við vitum það öll. Þannig að það allt útlit fyrir að hjúkrunarheimilið muni kosta mun meira heldur en að við áætluðum í þeim samningi sem í gildi og þá ef við hefðum ekki sent þetta erindi þá hefðu við verið að segja leið, við sættum okkur við að bera mismunin alfarið einn. En í erindi okkar til ráðuneytisins sögðu við þetta gengur ekki, við þurfum að ræða þetta mál betur. Það að vísu búið að taka ráðuneytið, ég sendi bréfið 12. september síðastliðinn og í dag 18. október. Þetta búið að taka þennan tíma að fá samt viðbrögð sem bárust okkur í gær og voru þau, við þurfum að tala við ykkur þetta. Komið á miðvikudaginn og við skulum fara yfir málið. Og ég líti á það bara sem útrétta sáttahönd og við förum á þann fund með þá voni í brjósti að við náum saman. Nú hér, það sama gildir lóðir af því að hér var nefnt að við fengjum ekki einu sinni svör, það ekki alveg rétt. Svör hafa borist frá fjármálaráðuneytinu lóðamálin og það aftur verið að bjóða okkur upp í samtal möguleg lóðakaup af ríkinu. Og eins og ég segi, þetta bara, ég hef ekki náðu upplýsa ykkur nógu hratt þetta. En þetta eru hvort tveggja verk í vinnslu og við erum bara að vinna í málunum. Varðandi það sem hér kallað útlendingastofnun til Reykjanesbæjar held ég að menn eigi við Vinnumálastofnun því Vinnumálastofnun að fara með þessi mál núna, það að segja málefni hælisleitenda og það höfðu samband við mig aðilar áður en að þetta var núna síðast tekið fram og spurðu hvort að þeir mættu tala fyrir því að höfuðstöðvar Vinnumálastofnunar flyttust hingað og ég samþykkti eða sagði það við hljótum að fagna því ef að Vinnumálastofnun í heild sinni kæmi nú hingað eða höfuðstöðvar hennar en ég hef svo sem ekki heyrt meira af því. Nú varðandi það að fjölmiðlar hafi ekki hringt í mig eða Reykjanesbæ, ég get ekki svara fyrir það, þeir hringja nú oft
en ekki hvert einasta sinn sem eitthvað að gerast. Á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga í síðustu viku kom fram að því hér var fullyrt að það munaði 20 milljörðum í málefni fatlaðra, að það mun hafa verið 15 milljarðar. Ég bara leiðrétta þetta til þess að við verðum ekki, fáum ekki einhverjar athugasemdir við það að við séum að ýkja eða segja meira heldur en kannski rætt var. Það var talað að í málefni fatlaðra vantaði 15 milljarða, allavega í þeim umræðum sem ég tók þátt í. Nú varðandi þessa frétti sem hengum dag nýja heilsugæslu, þá vil ég ítreka það að við komum það voru mjög margir sem koma að þessu máli á ýmsum stigum málsins, bæði þingmenn, bæjarfulltrúar, starfsmenn, einkaaðilar hér sem að bjóða húsnæði og hafa verið að bjóða húsnæði. Þannig að ég held að sé búið að þrýsta á þetta mál og ég hef persónulega átt samtöl bæði við heilbrigðisráðherra og fleiri þetta mál, landlækni og náttúrulega forstjóra heilbrigðisstofnunar og fleiri. Þannig að ég held að sé mikil einföldun að alltaf fullir að það sé einhver einn hópur eða afmarkaður kjarni úr einhverjum samfélagi sem að eigi allan heiðurinn að þessu. Þetta eru mjög margir aðalar sem hafa komið að þessu. Ég vil bara fagna þeirri samstöðu. Og lokum, að því hér hefur verið nefnt þetta erindi körfuknattleiksdeildar Keflavíkur, og bókun sem Margrét Sandnes lagði fram á síðasta fundi bæjarráðs, að þá ég skil ekki alveg hvað átt við með því að við hefðum átt að vísa strax til fjárhagsáætlanagerðar, því að við þurftum náttúrulega að taka samtali við nýjan formann deildarinnar og formann aðalstjórnar og framkvæmdastjóra aðalstjórnar, en hann var bara ekki á landinu, hann var í sumarfríi þegar þetta mál kom upp og kom ekki fyrir nokkrum vikum síðar heim, og við vissum ekki þá að máli færi í þennan farveg að vísa til fjárhagsáætlanagerðar 2023. Það gat allt eins verið að það fyndist lausn á málinu fyrr, og þess vegna skil ég ekki alveg hvað átt við með því að við hefðum bara átt að segja við hann í júlí þegar erindi barst að við myndum bara tala við hann á næsta ári þetta. Það hefði mér fundist mjög dónalegt og alls ekki við hæfi. Þannig að þess vegna höfum við verið í samtali, ég er búin að eiga fundi með þeim og þeir hafa komið líka formlega hér í bæjarráð, Reykjanesbæjar og fund bæjarráðs og gert grein fyrir málinu. Og þetta var niðurstaðan, en hún var svo sem ekkert fyrir séð hvorki í júlí eða ágúst eða september. Það ekki fyrir bara núna að við erum að ræða þetta í október sem ákveðið að setja málið í þennan farveg. Takk fyrir. Þakka þér, bæjarstjóri. Næstur hefur beðið orðið bæjarfulltrúi Sigurrós Antonsdóttir. Já, takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem hingað upp vegna fundargerðar bæjarráðs þann 12. október og málefni sem hefur ekki verið rætt hér. Það sem sagt 12. mál, kvennaathvarf, styrkbeiðni, málefni sem mér hugleikið. Kvennaathvarfið í Reykjavík hefur frá stofnun þess verið skjól fyrir konur og börn þeirra þegar dvöl í heimahúsum þeim óbærileg vegna ofbeldis. Dvalarkonum sem þess óska stendur til boða aðstoð við að taka þau skref sem nauðsynleg eru þegar þau yfirgefa ofbeldissambandið sem þær eru búnar að lifa kannski árum saman og hafa þurft að lifa með. Og ekki síst börnin sem þurfa einmitt að upplega heimilisofbeldi og flýja sitt nærumhverfi. Og þetta skjól mjög mikilvægt. Auk þess konurnar nýta sér einmitt líka yfirgripsmikla þekkingu og reynslu starfandi ráðgjafa á hverjum degi. Athvarfið það veitir sólarhringsþjónustu allan ársins hring, enda það skilgreint sem neyðarathvarf og ég get staðfest það að það eru konur í okkar sveitarfélagi og börn sem hafa þurft á þessari neyðarþjónustu að halda. Ég ekki með hlutfallið alveg á hreinu, en eitt víst að það of mörgur sinnum í mánuði.
Þess vegna finnst mér svo mikilvægt að setja pínu smá aur í þetta mikilvæga málefni og fagna ég að þessu var vísað til fjárhagsáætlun til næsta árs og vona ég svo innilega að það veri hægt að einmitt að verða við þessari beiðni. Takk. Takk fyrir það. Orðið er enn laust við fundargerðir bæjarráðs. Fleiri sem vilja taka til máls. Ég vil kannski fá að bæta aðeins inn að vegna lið 4 í fundargerð bæjarráðs framtíðar uppbyggingu íþróttamannvirkja þá saknaði þess að ekki sé verið að horfa lengra en 7 ára fram í tímann. Það ætti kannski að horfa í 20 ár fram í tímann með þetta mikilvæga verkefni og í lið 8 Brynju leigufélag að ég fagna þessari viljayfirlýsingu og myndi óska þess að við hverja íbúð sem er byggð og sett inn í kerfið að við séum þá að selja aðra eldri svo að kerfið stækki ekki of mikið. En við erum sem sagt í fundargerðum bæjarráðs 7. til 12. október. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Og þeir sem geta samþykkt fundargerðir bæjarráðs gefur merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá tökum við næst til umræðu fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. október. En eftirfarandi liðir fundargerðarinnar þarfnast sérstakar samþykktar. Og það er 4. liður fundargerðarinnar Hafnargata 51 til 55, niðurstaða grenndarkynningar. Orðið er laust þennan lið. Það er enginn sem tekur til máls. Þeir sem geta samþykkt 4. lið umhverfis- og samgöngu. Það er samþykkt 11.0. Þá er það 5. liður fundargerðarinnar Tjarnargata 20, Svalir. Orðið er laust 5. lið fundargerðarinnar. Enginn sem vil taka til máls. Þeir sem geta samþykkt 5. lið fundargerðarinnar gefur merki. Samþykkt 11.0. Þá er það 7. liður fundargerðarinnar Lyngholt 13, fjölgun íbúða. Orðið er laust 7. lið. Enginn sem vil taka til máls. Þeir sem geta samþykkt 7. lið fundargerðarinnar gefur merki. Það er samþykkt 11.0. Þá er 8. liður fundargerðarinnar Hafnarbraut 12C. Fyrirspurn. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt 8. lið fundargerðarinnar gefur merki. Samþykkt 11.0. Þá er það 11. liður fundargerðarinnar Þjóðbraut 838, stækkun. Orðið er laust 11. lið. Þeir sem geta samþykkt 11. lið fundargerðarinnar gefur merki. 11. liður er samþykktur 11.0. Þá gef ég orðið laust fundargerðina alla. Enginn sem vil Valgerður, bæjarfulltrúi Valgerður Pálsdóttir. Ég kem hér undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. október undir máli nr. 7. Þó að máli sé ekki alveg í höfn að þá fagna ég uppbyggingu á reitu hliðina á bakaríinu í Ytri Njarðvík, Hólagötu 19, 21 og 23. Hún er í samræmi við stefnu aðalskipulags Reykjanesbæjar sem snýst að meginmáli þéttingu byggðar. Hér er verið að þétta byggð í vinsælu gömlu hverfi þar sem eftirspurn eftir eignum er mikil en framboð ekki jafn mikið og sérstaklega ekki á nýjum íbúðum. Bygging 3 lítilla fjölbýlishúsa á þessari lóð passar sem sagt vel inn í stefnuna að þétta byggð, en líka vel inn í hugmyndafræði 15 mínútna hverfisins, þar sem markmið er að íbúar eigi að geta nálgast verslun, þjónustu og auðvitað skólastofnanir og íþróttamannvirki í innan við 15 mínútna göngufjarlægð.
Gott aðalskipulag ein af forsendum bættrar lýðheilsu, þar sem ýtt undir gangandi ferðamáta og lifandi hverfiskjarna sem færum á rauk fyrir því að efli félagslega heilsu og geti dregið úr einsemd og einangrun. Ytri Njarðvíkurhverfi svo sannarlega eitt af farsælli dæmum þetta í Reykjanesbæ, þar sem til staðar góður hverfiskjarni ásamt grænu útivistarsvæði og heilsustígum. Vonandi verður aðalskipulag Reykjanesbæjar sem við samþykkjum líklega á næstunni góður grunnur að eflingu og þróun fleiri 15 mínútna hverfa. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Enginn sem vill taka til máls, þá ber ég fundargerðina alla upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerð umhverfis- og skipulagssviðs gefið merki. Hún samþykkt 11-0. Næst á dagskrá þriðja mál sem fundargerð framtíðarnefndar frá 12. október og orðið laust fundargerð framtíðarnefndar. Bæjarfulltrúi Valgerður Pálsdóttir. Já, ég vil ræða fundargerð framtíðarnefndar þann 12. október undir máli nr. 3, hverfaráð. Framtíðarnefnd ályktar í þessu máli að mikilvægt sé að móta heildstæða stefnu varðandi íbúaþátttöku og lýðræði og upplýsingagjöf til íbúa. Í kjölfarið skal skoða verkfæri og leiðir sem hægt að nýta. Nefndin óskar eftir kynningu frá Betra Ísland og verkefnastjóra markaðsmála og vil ég fagna þessu og tekur undir að Reykjanesbær þarf að setja sér stefnu í tengslum við markmið málefnasamnings meirihlutans en í honum segir að almenningssamráð verði aukið á kjörtímabilinu meðal annars með samstarfi við hverfaráð með það markmið að tengja betur saman þarfir íbúa og stjórnsýslu bæjarins. Í þessu samhengi vil ég hvetja kjörna fulltrúa í framtíðarnefnd og íbúa að kynna sér handbók Sambands íslenskra sveitarfélaga íbúasamráð í sveitarfélögum og þátttöku íbúa en hún var gefin út árið 2018, virkilega vandað plagg og aðgengileg á vef sambandsins. Takk fyrir þetta Valgerður. Við erum ennþá undir fundargerð framtíðarnefndar. Einhver sem vill taka til máls? Svo ekki, þá ber ég alla fundargerðina upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerð framtíðarnefndar gefur merki. Og hún samþykkt 11-0. Þá erum við komin að fjórða og síðasta máli sem fundargerð fræðsluráðs frá 14. október og orðið laust fundargerðina. Og það bæjarfulltrúi Sverrir Bergmann. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir. Ég kem hér upp undir fundargerð fræðsluráðs frá 14. október síðastliðnum. En fyrsta mál þá Tryggvi Bragason sem kom sem gestur á fundin og fór yfir rakaskemmdir í okkar stofnunum. Hann fór yfir stöðuna á Myllubakkaskóla og framhaldið þar, en einnig fór hann yfir að það væri verið að skoða aðrar byggingar hjá okkur til að fylgjast með rakaskemmdum. Sú vinna mun halda áfram og fylgjast við vel með því. Nú Tryggvi kynnti einnig verklagsreglur sem að Reykjanesbær hefur útbúið þegar starfsfólk eru vart við einkenni eða sér skemmdir og þetta verklag til fyrirmyndar og samræmir það hvernig tilkynningar eru sendar til eigna umsýslunar og hvernig brugðist við. Verklagið má finna í gæðahandbók sveitarfélagsins. Svo mál 2 en það leikskóli í Drekadal. En það mikið fagnaðarefni að bæjarráð samþykkti að fara af stað með útboð fyrir næsta leikskóla okkar í Reykjanesbæ sem verður staðsettur í Dalshverfi 3. Þegar og ef bæjarstjórn samþykkir ákvörðun bæjarráðs þá mun útboðið hefjast fljótlega. Nú mál 3 hafa lögð fram drög að aðgerðaáætlun Reykjanesbæjar innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og fulltrúar fræðsluráðs hvattir til þess að leggja inn athugasemdir ef einhverjar voru fyrir 21. október næstkomandi. Fræðsluráð fagnar drögunum og finnst þau mjög metnaðarfull og vel sett fram. Svo mál 4, stuðningur við börn á flótta. En hér kynnti Helgi sviðsstjóri möguleikann á að sækja sértækan styrk sem á að styðja við uppbyggingu úrræða vegna barna sem eiga sér sögu rofna skólagöngu.
Styrkurinn á við 72 börn í okkar sveitarfélagi en er að ræða styrki sem eru reynsluverkefni til að þróa aðferðir til að aðstóða börnin en dæmi slíkt úrræði væri aukið lestrarnám og ritun fyrir nemendur á mið- og unglingastígi. Fræðsluráð fagnar styrknum en leggur áherslu á að efla og kostnaðarmeta þá aðstóð og eflingu sem að flóttabörn þarfnast í skólum og að fé fylgi frá ríkinu í verkefnið. Fimmti liður. Eða 5. mál. Helgi Sviðsstjóri fór hérna yfir áherslupunkta úr fjárhagsáætlun og vinnunni sem framönda með ráðinu og að lokum viljum við svo óska Holtaskóla til hamingju með afmælið en skólinn varð 70 ára gamall þann 13. október síðastliðinn. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, Sverrir. Við óskum Holtaskóla til hamingju, sammála því. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð fræðsluráðs? Bæjarfulltrúi Valgerður Pálsdóttir. Já, ég ætla að ræða hérna fundargerð fræðsluráðs frá 14. október, mál nr. 2, leikskóli í Drekadal. Ég vil fyrst og fremst bara fagna því að bygging nýjasta leikskólans í Reykjanesbæ sé loksins að fara í útboð, en því miður hefur ferlinu frá pólitískri ákvarðanatöku til framkvæmdar verið ábótavant. Við lærum vonandi öll af þeirri reynslu, kjörnir fulltrúar og embættismenn og munum við fylgja málinu vel á eftir til þess að leikskólinn á að taka til starfa á árinu 2023. Takk. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, ég kem hérna einnig upp undir öðru máli, uppbygging leikskóla í Drekadal. Það er ánægjulegt að sjá að ákveðin og stefnufört skref hafa verið stigin í uppbyggingu leikskólans og sérstaklega þarna í þessu hverfi. Og líkt og Valgerður kemur inn á þá bæjarfulltrúi Valgerður að það er sannarlega að halda þétt á spyrjólum í þessum málaflokki og það er bara mjög ánægjulegt að sjá hversu föstum tökum mál hafa verið tekin hérna á undanförnum mánuðum. Og framundan eru verkefni við Stapaskóla og Aspalaut í Dalshverfi og það er bara rétt að ítreka mikilvægi þess að framgangur verði áfram jafn og þéttur. En ég hef áhyggjur af því, líkt og hefur komið áður fram hérna á þessum fundi, að áfram munum við íbúar í Reykjanesbæ búa við það að fá of mikið af ófyrirsjáanlegum áskorum í okkar fang. Og öll fjölgun og aukning í málaflokknum fari í að mæta brýnum þörfum einstaklinga sem koma hér í neyð og það verði áfram krefjandi að betrumbæta þjónustuna við íbúa Reykjanesbæjar. Ítreka það bara aftur enn á ný og það er fullt þörf að halda áfram að vinna þétt að þessum málum og hugsa í lausnum í dagvistunarmálum í heild sinni. Það skiptir bæði notendur þjónustunar miklu máli og ekki hvað síður atvinnulífsins sem við erum líka að byggja hérna upp í bænum og það þarf að mæta þeim þörfum sem til staðar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Helga Jóhanna Oddsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég kem hérna upp undir fundargerð fræðsluráðs og vil halda aðeins áfram með umræðuna leikskólamálin og þessa uppbyggingu í Drekadal. Í minnisblaði sem lagt var fyrir fund fræðsluráðs kemur fram að miðað við uppbyggingu í hverfum bæjarins megi búast við áframhaldandi fjölgun barnafjölskyldna í sveitarfélaginu. Og af þessum 3 næstu uppbyggingar áformum í leikskólamálum má gera ráð fyrir að leikskólinn í Drekadal væri líklegastur til þess að vera sá sem fyrstur gæti risið og verið tekin í notkun. Því miður held ég að það sé nú borðleggjandi mál að hann verður ekki tekin til starfa næsta haust þegar að næstu börn þurfa að komast inn og miðað við upplýsingar í þessu minnisblaði frá fræðslustjóra að þá sést að miðað við það og takið eftir, engin börn á leikskólaaldri flytji til Reykjanesbæjar og óbreyttan inntökualdur sem er allt upp í 26 mánaða gömul börn, þá þurfum við 22 leikskólapláss síðsumars 2023. Þetta vitum við nú þegar. Og ég lýsi við vonbrigðum mínum að við skulum ekki vera farin að tala lengra fram í tíman, að við skulum bara vera að ræða hérna útboð á einum leikskóla þegar að þörfin er
æpandi og búin að vera það undanfarin ár og óska þess að við hýsum aðeins upp okkur og fórum að taka þennan málaflokk föstum tökum þannig að lýsingar ágæts bæjarfulltrúa Bjarna Páls geti staðist. Það er svo sannarlega okkar vilji. Takk. Takk fyrir þetta. Við erum ennþá með laust orð bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég nú taka undir orð þeirra sem ég er á að tala. Það hefur ekki alveg gengið hjá okkur að fjölga aðstöðu fyrir leikskólabörn eins og við ætluðum. Síðasta kjörtímabili var stefnt að því að öll börn innan 18 mánaða geti komist til leikskóla en það hefur ekki gengið eftir og skýringarnir eru náttúrulega augljósar. Við lentum í COVID, 26% atvinnuleysi fyrir rúm ári síðan, 12% síðustu áramót sem gerir það verkum að tekjur sveitarfélagsins og gerði okkur erfitt fyrir og fjármagn til að byggja ekki til staðar. Nú hagur er að lagast og þess vegna vonast ég nú til að það bætist úr á næsta ári. Við erum nú að reyndar að gera okkur vonur að leikskólinn í Dalshverfi hefji rekstur næsta haust. Það verður byrjað að undirbúa og hugsanlega þessi hús komi til okkar á vormánuðum. En það verður þá bara komið ljós. Við erum svo líka að fara að bjóða út í Stapaskóla, byggingu leikskólans þar og eins og bæjarfulltrúar vita þá erum við líka í vinnu við að fjölga upp á Ásbrú og síðan í samstarfi við BYGG. Ég kannski geta þess líka í þessu sambandi að í fjárhagsáætlun sem núna liggur fyrir bæjarfulltrúum er gert ráð fyrir fjárfestingum á næsta ári upp á 4,5 milljarð. Þetta er engar smá upphæðir sem við erum að standa í. Við erum að taka skólan okkar í gegn. Við erum að taka Myllubakaskóla sem tekur sennilega kringum 1,5 milljarð. Við erum að leggja fé í Holtaskóla og við erum að leggja fé í 2 leikskóla sem þarf að lagfæra fyrir utan að byggja nýja leikskóla. Þetta eru gríðarlegar upphæðir fyrir sveitarfélagið og það er ekki auðvelt að fara framar. Í dag er miðað við aldur barns 24 mánaða. Við viljum gera betur en aðstæður eins og við búum við og höfum búið við undanfarin ár gera okkur ekki kleift að gera betur og ég hvet þá sem hér er inni að hjálpa okkur að finna leiðir og til að geta gert betur bæði hvar við höfum að finna fjármagn og hverju við öðru vegum að hætta til að geta gert þetta. Að því á sama tíma og við erum að leggja fé hugsanlega ólögbundin verkefni að þá hugsanlega þarf að setja meira í lögbundin verkefni. Þetta er ekki svona einfalt, við erum með potta peningum og við getum ekki gert allt sem við viljum, við þurfum þá að hafna einhver öðru. En þess má geta, ég vil geta þess vegna umræðan myglumál í fræðsluráði að þá er byggingarnefnd Myllubakaskóla hefur fengið nýtt hlutverk eins og þið vitið að sinna líka myglumálum og öll myglumál sem hafa inn til sveitarfélagsins eru komin í farveg, ákveðin farveg og ég veit að Tryggvi var að kynna þetta fyrir fræðsluráði. Það eru verkefnastjórnir við hverja stofnun sem sinnir því og vona ég að við getum svona ná tökum á þessum málum og lagfært hraðar. Þess ber þó að geta að það hefur gengið ótrúlega vel og hefur ekki tekið langan tíma að lagfæra það sem aflag hefur farið í myglumálum og minni á að í sumum sveitarfélögum hefur tekið 10 ár að laga suma skóla. Þannig að við erum að stíga stór skref, bætt fjölga starfsfólki til að sinna þessu betur og ég vona því að þetta verði gott til framtíðar. Takk. Takk fyrir það. Friðjón, orðið er laust fundargerð fræðsluráðs. Ingi vill taka til máls. Ég vil þá skjóta inn í, ég fagna því að það sé verið að taka betur á þessum rakavandamálum og það þarf auðvitað að vera markvisst eftirlit og miklu skjótari viðbrögð og ég heyri það á bæði Sverrir og bæjarfulltrúa Sverrir og bæjarfulltrúa Friðjóni að það er verið að taka vel á þessu. En þeir sem geta samþykkt fundargerð fræðsluráðs frá 14.
október gefið merki. Fundargerðin er samþykkt 11:0. Þá er dagskráin okkar tæmd og ég segi þessum bæjarstjórnarfundi slitið.